Við ætlum að skoða þvergrip. Það elska allir þvergrip. Ó já. B-mól þvergrip er stórkostlegt. Tala ekki fí-stúr þvergripið. Eða C-smól. Stórkostlegt. Og auðvelt. Málið er að þvergrip, eins og við ætlum að skoða B-mól, að þá erum við bara með eins og A-mól gripið. Nema þessi hvíta lína hér, við ætlum að setja puttan þar. Nú erum við að spila bara A-mól, sjáðu þið. A-mól, stórkostlegt. Og við ætlum að flytja þetta upp 2 bönd. Nú er B-nótan hérna á 5. streng, orðin bassanótan. Og þessi putti hann svona eiginlega drepur niður E-strenginn. En ef það er of erfitt þá getum við haft hann með, það er allt í lagi. Þannig að við erum bara með A-mól gripið hér, ekki satt? Þetta er bara eins og A-mól grip. Nema fyrsti putti er að klemma alla strengina. Þumalputtin hérna fyrir aftan. Og ég er ekkert með strengina beint fram á, ég er með þetta svolítið hérna á hlið. Halla puttana svolítið. Það ekki? Og við getum fundið okkur æfingu í rangur maður til dæmis. Ég er rangur maður. Áröng, G-hljómur, D. Í vitlausu A-dúr. Ég er rangur maður, G. Áröngum tíma, D-dúr. Í vitlausum A-dúr. Ok. Despacito. La-la-la-la-la-la-la. G. Aftur fara svo í D. Endum svo í A-dúr. Despacito. Á þessu ferðalagi fylgjumst við að við eigum örlítinn vonanista fyrir hvort annað. Sömu hljómarnir. B-mól, G, T og A. Og svona finnum maður sér einhverjar reglur þegar maður er að æfa. Einhverjar hljóma sem ganga hring eftir hring eftir hring. Og aðalatriðið líka er að þegar maður lendir í því að einhver nóta heyrist ekki alveg nógu vel, bara látið ekki stoppa sig, halda áfram að spila hljóminn. Skipti yfir í næsta hljóm. Takk eftir ég tek G rosalega oft svona með 3. putta á D-nótu hér. Það er svolítið þægilegt. B-mól. Auðvelt þvergrip. Gangi ykkur